Já, ég heiti sem sagt Maísól Bogadóttir og ég leikstjóri og athafnamanneskja. Ég var bara byrjað áramótin og var bara ráðin sérstaklega inn til að leikstýra þessu verki. Gaman að sjá ykkur öll saman komin. Ég verð að segja að ég var ekki alveg að búast við svona góðri mætingu á þennan fyrsta fund leikhóps Ölduselsskóla árið 2017. Já, ég heiti Salome Salka Kristjánsdóttir en ég hef verið í Ölduselsskóla í viku held ég. Ég náttúrulega skipti bara úr Seljaskóla í Ölduselsskóla bara leið og ég frétta á sér leiklistabraut og á sér leikriti. Já, ég heiti Þóra Ósk Jónsdóttir og ég í 10. bekk í Ölduselsskóla. Ég hef eiginlega engan áhuga á leiklist en ég valdi þetta bara því að það var annarkvort þetta málmsmíði og ég var ekki að nenna því. Svo frétti ég líka að vera frí á pítsur einhvern tímann. Þið kannski eflaust þekkið mig mörg en ég heiti annars Maísól Bogadóttir og ég var fengin til að koma hingað og leikstýra uppsetningu leikfélags Ölduselsskóla á einhverju verki í ár og ég valdi verkið Rómeó og Júlíu eftir sjálfan William Shakespeare. William Shakespeare var náttúrulega fæddur miðja 16. öld og hann náttúrulega eitt svona fremsta skáld bara fyrr eða síðar og var alveg af englendingum, hann náttúrulega kemur frá Englandi, þá var hann alveg kallaður og enn þann dag í dag hirðskáldið eða bara þjóðskáldið með greini. Og hann var náttúrulega líka maður margra gafna. Hann var bæði leikskáld, ljóðskáld og leikari. Ég einhvern veginn tengi rosa mikið við Shakespeare og þá held ég að séu gáfurnar og hæfileikarnir. Willi Shake, þú ekki meistari maður! Já, eins og þið eflaust sjáu, þá hérna tökulyf að elta okkur. En það vegna þess, það verið að gera heimildamynd þetta ferli hjá okkur, vegna þess að þetta svo verk á svo stóru mælikvarða. Við höfum aldrei gert eitthvað svona hérna áður í Ölduselsskóla. Tækla eitthvað svona heimsbókmenntir. Hvað þá Rómeó og Júlíu eftir William Shakespeare. Það hafa náttúrulega margir tæklað þetta meistaraverki gegnum tíðina, margar Hollywood kvikmyndir, þú veist ein með honum Leonardo DiCaprio í aðalhlutverki og svo náttúrulega ótal leiksýningar og líka á Íslandi, sýning Vesturports á sínum tíma var mjög eftirminnileg og einnig sýning Verslunarskólans, Rómeó og Júlía. Já, en ég held þannig einhvern veginn að það sem við erum að gera hérna í Ölduselsskóla sé verði eitthvað svaðalegt. Og ég hef kannski ekkert verið mjög áberandi á leikstjórnarsviðinu svona hingað til, en ég held svona að þetta verði, hvað segir maður á íslensku, svona mitt breakthrough, svona minn stóri séns, mitt stóra tækifæri. Já, ég svakalegur aðdáandi Rómeó og Júlíu og annarra verka höfundsins. Stál og hnífur og ísbjarnablús og svona. Hann Bubbi, algjör meistari. Verður hann ekki alls með í leikritinu, eða? Eins og þið vitið eflaust, þá fjallar verkið Rómeó, Montaigne og Júlíu Capulet. En þau verða ástfangin og það sem alltaf leiðilegt því að ættir þeirra eru svarnir erkióvinir. Sagan gerist bara á stuttum kafla í lífi þeirra. Einhvern tímann þetta gerist svona miðja 16. öld. Hvað segirðu? Hefurðu verið lengi í leiklistabransanum eða er þetta svona nýtt? Já, ég er dálítið... Bíddu, þetta síminn minn, ég tæpislega símtali. Já, hæ. Já, þá held ég að það sé bara ekki mikið að stoppa okkur hérna. Þannig ég held að þetta náttúrulega að skrifa bara beint sem handrit eftir William Shakespeare. Þannig ég held að við ættum bara að vinda okkur í þetta. Kellan var að redda Bubba á ásatíðina. Ó, að ég væri hanskinn sem hana prýðir og gæti þannig gætt við vanga þennan. Æ, mig auma! Hún talar. Æ, Rómeó, því ertu Rómeó. Afneitaði föðurætt eða fyndu annan nafn. Já, ég leik sem sagt Júlíu en uppáhaldsatriðið mitt í bókinni kemur einmitt henni við.
En það þegar að pabbi hennar samþykkir að París megi giftast henni en hún lætur heyra í sér og segir nei að hún vilja ekki. Það endar reyndar ekkert rosalega vel því að hún fyrirfer sér út af ástarsorgenina. Já, það er samt alltaf ræði mín vegna því að ég er með fleiri hlutverk seinna í leikritinu. Eins og til dæmis Séra Lárens, en hann er einmitt prestur og reynir sitt besta að koma á sáttum milli fjölskyldana, en hann til dæmis gifti Rómeó og Júlíu og hjálpar hann einmitt þegar hann langar ekki að giftast París. En ég myndi segja að hann væri dálítill ástarengill í sér. Já, ég leik sem sagt hann Rómeó, en hann er þessi rómantíska típa, sko. Í byrjun leikrits þá er hann alveg yfir sig ástfangin af henni Rósalind, gullfalleg stúlka. En hún hafnar honum og hann er ekkert að dvelja í því, heldur fyrir bara beint yfir á hana Júlíu sama kvöld, sko. Minn maður. En ég leik einmitt líka en Capulett pappa Júlíu og fóstru Júlíu, en hún er voða ljúf og góð. En það er einmitt bara fóstran og Séra Lárens sem vita af giftingunni þegar hún á sér stað. Sem rósin yrði ilmur hennar síðri þó sjálf hún bæri eitthvað annað nafn. Nefndu mig svo unnusta þinn einan göfura nafni príðina. Stopp, 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 þetta er hræðilegt! Vitum við yfir höfuð eitthvað hvað verkið fjallar? Ha? Er þið búin að lesa bókina? Ha? Lesa þetta? Sérðu hvað þetta er þykkt? Nú farið þið heim og lesið bókina og svo sjáumst við aftur á morgun. Hún var ekkert dáin! Vilji seg sko, hann kann þetta. Upp í risinu sérðu lítil ljós, heit hjörtu fölnu rós. Ég er hérna bara fyrir Bubba, sko. Já, velkomin aftur á æfinguna. Núna vona ég bara að þið séu búin að lesa bókina heima. Ég var ekki ánægð með ykkur í gær, en núna ætlum við að gera þetta af fullum krafti og ég hef trú á ykkur. Uppáhaldssena mín? Já, það er sko lokasenan þegar að Montag fjölskyldan og Capulett fjölskyldan sættast að lokum eftir að bæði Rómeó og Júlía eru dáin. Já, einmitt svo leikir líka Montag pappa Rómeó, en hann kemur svona voða lítið fram nema náttúrulega í svona hörku og mjög svo átakanlegu lokasinu. Drottin minn sjáðu, dóttir okkar blæðir. Hve grindarlegt minn góði Rómeó að gröfinni bíði á undan mér. Æ, góði Montag, gef mér hönd þína. Það er það sem dóttir okkar myndi óska sér. Það hefur sonur okkar einnig viljað. Stórkostlegt! Ég held að við séum bara tilbúin í frumsýningu. Hurra!